Síðara Korintubréf, 8. kafli. En svo vil ég, bræður mínir og systur, skýra ykkur frá þeirri náð sem Guð hefur sýnt söfnuðunum í Makedóníu. Þrátt fyrir þær miklu þrengingar sem þeir hafa orðið að reyna, hefur hinn ríka gleði þeirra leitt í ljós hve örlátir þeir eru þrátt fyrir sára fátækt. Ég get vottað það, hversu þeir hafa gefið eftir efnum, já umfram efni sín. Af eigin hvötum lögðu þeir fast að mér og báðu mig að mega taka þátt í samskotunum til hinna heilugu. Og þeir gerðu betur en ég hafði vonað. Þeir gáfu sjálfar sig, fyrst og fremst drottni og síðan mér að vilja Guðs. Það var til þess að ég bað Títus að hann skyldi og leiða til lykta hjá ykkur þessa gjöf eins og hann hefur byrjað. Þið skarið fram úr í öllu, í trú, í mælsku og þekkingu, í allri alúð og í elsku ykkar sem ég hef vakið. Þannig skulu þið skara fram úr í þessari gjöf. Ég segi þetta ekki sem skipun, heldur ég að ganga úr skugga hvort kærleiki ykkar sé einlægur samanborið við ósérplægni annarra. Þið þekkið náð drottins vors Jesú Krists. Hann gerðist fátækur ykkar vegna þótt ríkur væri til þess að þið auðguðust af fátækt hans. Ég vil gefa ykkur ráð í þessum máli. Ég tel það vera ykkur til gagns að taka þátt í samskotunum. Í fyrra ákváðu þið það og voru þegar farin að hefjast handa. Ljúkið nú við það og sýnið viljan í verki og gefið það sem efnin leyfa. Því að ef viljin er góður, þá hver metinn eftir því sem hann á og ekki eftir því sem hann á ekki til. Ekki svo að þrengt sé að ykkur til þess að aðrir hafa það gott, heldur það til þess að jöfnuður verði. Nú sem stendur bætir gnægð ykkar úr skorti hinna til þess að einnig gnægð hinna geti bætt úr skorti ykkar og þannig verði jöfnuður eins og skrifað er. Sá sem miklu safnaði hafði ekki afgangs og þann skorti ekki sem litlu safnaði. En þökk sé Guði sem vakti í hjarta Títusar þessa sömu umhyggju fyrir ykkur og ég hef. Hann varð ekki aðeins við áskorun minni, heldur var áhugi hann svo mikill að hann ákvað að fara af eigin hvötum. Með honum sendi ég þann bróður sem orð fer af í öllum söfnuðunum fyrir starfans í þjónustu fagnaðarerindisins. Og ekki það eitt, heldur hefur söfnuðurinn kjörið hann til að verða samferðarmaður minn með gjöf þessa sem ég hef látið safna drottni til dýrðar og til að sýna fúsleika minn. Ég hef viljað komast hjá því að nokkur geti sett út á meðferð mína á hinni miklu gjöf sem ég hef gengist fyrir. Því að ég leitaðist við að ástunda það sem gott ekki aðeins í augum drottins, heldur og í augum manna. Með þeim sendi ég annan bróður sem ég oftsinnis og í mörgu hef reynt kostgæfin, en nú miklu fremur en ella vegna hans mikla trausts til ykkar. Títus félagi minn og starfsbróðir hjá ykkur og hinir eru bræður okkar og sendiboðar safnaðanna og eru Kristi til vegsemdar. Sýnið þeim því merki elsku ykkar og ástæðuna fyrir að ég hrósaði ykkur. Þá verður söfnuðunum það ljóst. Síðara Korintubréf, 9. kafli. Hjálpina til hennar heilögu sem sé óþarft fyrir mig að skrifa ykkur, því að ég þekki góðan vilja ykkar og hrósa mér af ykkur meðal Makedóna og segja að Akkea hefur verið reiðubúin síðan í fyrra. Áhugi ykkar hefur verið hvatning fyrir fjölda marga. En bræðurna hef ég sent til þess að hrós okkar ykkur skyldi ekki reynast fánýtt í þessu efni. Ég sagði að þið væruð tilbúin. Annars gæti svo farið að ég ekki segi þið, þyrst að bera kinnroða fyrir þetta traust ef Makedónar skyldu koma með mér og finna ykkur óviðbúin.
Ég taldi því nauðsynlegt að biðja bræðurna að fara á undan til ykkar og undirbúa þá gjöf ykkar sem heitin var áður, svo að hún mætti vera á reiðum höndum eins og blessun en ekki eins og dregin undan nöglum ykkar. En þetta segi ég, sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera, og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð er þess megnugur að veita ykkur ríkulega allar góðar gjafir til þess að þið í öllu og ávallt hafið allt sem þið þarfnist og getið sjálf veitt ríkulega til allra góðra verka. Eins og ritað er, hann miðlaði mildilega, gaf hinum snauðu, réttlæti hans varir að eilífu. Guð sem gefur sáðmanninum sæði og brauð til fæðu, mun og gefa ykkur sáð og margfalda það og auka ávöxt réttlætis ykkar. Guð mun auðga ykkur í öllu svo að þið getið jafnan sýnt örlæti. Þá munum margir þakka Guði fyrir gjafirnar sem við komum með frá ykkur. Því að þessi þjónusta sem þið innið af hendi bætir ekki aðeins úr skorti hinna heilögu, heldur leiðir hún einnig til þess að margir menn þakka Guði. Þegar menn sjá hvers eðlis þessi þjónusta munu þeir lofa Guð fyrir að þið farið eftir fagnaðar erindi Krists sem þið játið og gefið með ykkur af örlæti bæði þeim og öllum. Og þeir munu biðja fyrir ykkur og þrá ykkur vegna þess að þeir sjá hver ríkulega Guð hefur veitt ykkur náð sína. Þökk sé Guði fyrir sína óumræðilegu gjöf. Síðara Kórinthubréf, 10. kafli. Ég, Páll, sem sagður auðmjúkur í návist ykkar en djarfmáll þegar ég fjarri, bið ykkur með hóværð og mildi Krists. Látið mig ekki þurfa að vera harður við ykkur þegar ég kem og beita þeim myndugleika sem ég mun ekki hika við að beita, gagnvart nokkrum álíta að ég láti stjórnast af mannlegum hvötum. Þótt ég sé maður berst ég ekki á mannlegan hátt, því að vopnin sem ég nota eru ekki jarðnesk, heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Ég brýt niður hugsmíðar og allt sem reiki sér gegn þekkingunni á Guði og hertek hverja hugsun til hlýðni við Krist. Og ég þess albúin að refsa sérhverri óhlýðni þegar hlýðni ykkar orðin fullkomin. Þið horfið á hið ytra. Ef einhver treystir því að hann sé Krists, þá hyggi hann betur að og sjái að eins og hann Krists, þannig ég það einnig. Jafnvel þótt ég vilji hrósa mér í frekara lagi af valdi mínu, sem Drottinn hefur gefið til að byggja ykkur upp en ekki til að rífa ykkur niður, þá yrði ég mér ekki til skammar. Ekki má líta svo út sem ég vilji hræða ykkur með bréfunum. Bréfin, segja menn, þung og ströng, en sjálfur hann lítill fyrir mann að sjá og enginn tekur mark á ræðu hans. Sá sem slíkt segir festi það í huga sér, að eins og ég tala til ykkar fjarstaddur í bréfunum, þannig mun ég koma fram þegar ég hjá ykkur. Ekki dirfist ég að telja mig til þeirra eða bera mig saman við suma af þeim mæla með sjálfum sér. Þeir það óskinsamir að þeir koma með eigin mælistikur og mæla sig við sjálfa sig. Ég miklast ekki ómælt. Ég nota þann mæli sem Guð hefur úthlutað mér. Að ná allt til ykkar. Hefði ég ekki náð allt til ykkar, hefði ég gert of mikið úr mér. En nú komst ég fyrstur alla leið til ykkar með fagnaðarerindi Krists. Ég hef mína viðmiðun og miklast ekki af erfiði annarra. Ég vona að ég vaxi í áliti hjá ykkur að sama skapi sem trú ykkar vex, en þó samkvæmt minni mælistiku. Þá get ég boðað fagnaðarerindið í löndum handan við ykkur án þess að nota annara mælistikur eða stæra mig af því sem þegar gert.
En sá sem hrósar sér hrósi sér af því sem Drottinn hefur gert. Þeim ekki að treysta mælir með sjálfum sér, heldur þeim Drottinn mælir með. Síðara Korintubréf, 11. kafli. Ég vildi að þið umbæruð dálitla fávisku hjá mér. Vissulega gerið þið það. Ég vakti yfir ykkur með afbrýði, eins og Guð, því að ég hef fastnað ykkur einum manni, Kristi, og vil leiða fram fyrir hann hreina mey. En ég hræddur að eins og höggormurinn tældi Evu með flærð sinni, svo kunni og hugsanir ykkar að spillast og leiðast burt frá einlægri og hreinni tryggð við Krist. Því að ef einhver kemur og predikar annan Jesú en ég hef predikað, eða þið fáið annan anda en þið hafið fengið eða annað fagnaðarerindi en þið hafið tekið á móti, þá umberið þið það mæta vel. Ég álít mig þó ekki í neinu standa hinum stórmiklu postulum að baki. Þótt mig bresti mælsku, brestur mig samt ekki þekkingu, og við höfum á allan hátt byrt ykkur hana í öllum greinum. Eða drýgði ég synd þegar ég boðaði ykkur fagnaðarerindið ókeypis og gerði lítið úr sjálfum mér til þess að það mætti upphefja ykkur? Aðra söfnuði rúði ég og tók mála af þeim til þess að geta þjónað ykkur. Og ég var hjá ykkur og leið þröng, varði ég þó ekki neinum til byrði, því að úr skorti mínum bættu bræðurnir komu frá Makedóníu. Og í öllu varaðist ég að verða ykkur til þyngsla og mun varast. Svo sannarlega sem sannleiki Krists býr í mér, enginn í héruðum Akkeu skal geta fengið mig til að hætta að hrósa mér að þessu. Hvers vegna? Það af því að ég elska ykkur ekki? Nei, Guð veit að ég geri það. En ég mun ekki bregða út af vana mínum til þess að gefa þeim ekki tilefni sem færis leita til þess að vera jafnokkar mínir í því sem þeir stæra sig af. Því að slíkir menn falspostular, svikulir verkamenn taka á sig mynd postula Krists. Og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd. Það því ekki mikið þótt þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna. Afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. En segi ég, ekki álíti neinn mig fávísan. En þó svo væri, lofi mér þá að vera það til þess að ég geti líka hrósað mér dálítið. Það sem ég tala nú þegar ég tek upp á að hrósa mér, tala ég ekki eins og Drottinn vill að ég tali, heldur eins og í heimsku. Með því að margir hrósa sér af sínum mannlegu afrekum, vil ég einnig hrósa mér svo, því að fúslega umberið þið hina fávísu svo vitur sem þið eruð. Þið umberið það þótt einhver hnepp ykkur í ánauð, ná ykkur á sitt vald, þótt einhver beit ykkur klækjum og arðræni ykkur, þótt einhver lítils virði ykkur og slá ykkur í andlitið. Ég segi það mér til minnkunar að í þessu hef ég sýnt mig veikan. En þar sem aðrir láta drýgindalega, ég tala fávíslega, þar ger ég það líka. Eru þeir Hebrear? Ég líka. Eru þeir Ísraels niðjar? Ég líka. Eru þeir Abrahams niðjar? Ég líka. Eru þeir þjónar Krists? Nú tala ég eins og vitfirringur. Ég fremur. Meira hef ég unnið, oftar verið í fangelsi, fleiri högg þolað og oft dauðans hættu. Af gyðingum hef ég 5 sinnum fengið höggin 39. 3 var verið húðstryktur, 1 sinni verið grýttur, 3 var beðið skipbrot, verið sólarhring í sjó. Ég hef verið á sífelldum ferðalögum, komist í hann krappan í ám, lent í háska af völdum ræningja, í háska af völdum samlanda og af völdum útlendinga. Ég hef lent í háska í borgum og í óbyggðum á sjó og meðal falsbræðra. Ég hef stritað og erfiðað, átt margar svefnlausar nætur,
verið hungraður og þyrstur og iðulega fastað og ég verið kaldur og klæðlaus. Og ofan á allt annað bætist það sem mæðir á mér hvern dag, áhyggjan fyrir öllum söfnuðunum. Hver sjúkur án þess að ég sé sjúkur? Hver hrasar án þess að ég líði? Ef ég á að hrósa mér, vil ég hrósa mér af veikleika mínum. Guð og Faðir drottins Jesú, sem blessaður að eilífu, veit að ég lýg ekki. Í Damaskus setti landshöfðingi Areta konungs vörðum borgina til þess að handtaka mig, en gegnum glugga var ég látin síga út fyrir múrin í körfu og slapp þannig úr höndum hans. Síðara Kórinthubréf, 12. kafli. Ég verð að halda áfram að hrósa mér þótt að koma litlu gagni, en ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberunum sem Drottinn hefur birt mér. Ég þekki kristinn mann. Fyrir 14 árum var hann hrifinn burt allt til 3. himins. Hvort það var í líkamannum eða utan líkamanns veit ég ekki. Guð veit það. Og mér kunnugt að þessi maður var hrifinn upp í paradís og heyrði ósegjanleg orð sem engum manni leyft að mæla. Hvort það var í líkamannum eða utan líkamanns veit ég ekki, Guð veit það. Af slíku vil ég hrósa mér, en af sjálfum mér vil ég ekki hrósa mér nema þá af veikleika mínum. Þótt ég vildi hrósa mér væri ég ekki frávita, því að ég væri að segja sannleika. En ég veigra mér við því til þess að enginn skuli ætla mig meiri en hann sér mig eða heyrir. Og til þess að ég skuli ekki ofmetnast af hinum miklu opinberunum mér gefinn fleinn í holdið. Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki líta of stórt á mig. 3 svar hef ég beðið Drottinn þess að láta hann fara frá mér, og hann hefur svarað mér: náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég veikur, þá ég máttugur. Ég hef hagað mér eins og heimskingi. Þið hafi neytt mig til þess. Það voru þið sem áttuð að mæla með mér, því að í engu stóð ég hinum stórmiklu postulum að baki, enda þótt ég sé ekki neitt. Ég gerði postulatákn á meðal ykkar af mikilli þrautseigju, tákn, undur og kraftaverk. Í hverju voru þið sett lægra en hinir söfnuðundir, nema vera skildi í því að ég sjálfur hef ekki verið ykkur til byrði. Fyrirgefi mér þennan órétt. Þetta nú í 3. sinn að ég ferðbúin að koma til ykkar og ætla ég ekki að verða ykkur til byrði. Ég sækist ekki eftir eignum ykkar, heldur ykkur sjálfum, því að ekki eiga börnin að sjá fyrir foreldrónum, heldur foreldrarnir fyrir börnunum. Ég fús til að verja því sem ég á, já, leggja sjálfan mig í sölurnar fyrir ykkur. Elskið þið mig síður ef ég elska ykkur heitar, en látum svo að ég hafi ekki verið ykkur til byrði, en samt verið slægur og veitt ykkur með brögðum. Hef ég notað nokkurn þeirra sem ég hef sent til ykkar til þess að hafa eitthvað af ykkur? Ég bað Títus að fara og sendi bróðurinn með honum. Hefur þó Títus haft eitthvað af ykkur? Komum við ekki fram í einum og sama anda? Fetuðum við ekki í sömu fótsporin? Fyrir löngu þið farin að halda að ég sé að verja mig gagnvart ykkur. Nei, ég beini orðum mínum til Guðs eins og þeir sem trúa á Krist. Allt það ykkur til uppbyggingar mín elskuðu. Þegar ég kem ég hræddur að mér muni þykja þið öðruvísi en ég óska og að ykkur muni þykja ég öðruvísi en þið óskið.
Ég er hræddur að þið kunnið að eiga í deilum og að öfund, reiði og eigingirni ríki meðal ykkar og menn móðgi og rægi hverjir aðra og séu hrokafullir og fullir ofstopa. Ég er hræddur að Guð minn muni auðmýkja mig hjá ykkur þegar ég kem aftur og ég muni hryggjast yfir mörgum þeirra sem áður hafa syndgað og ekki hafa snúið sér frá saurlífi, frillulífi og ólifnaði sem þeir hafa dríkt. Síðara Korintubréf, 13. kafli. Þetta er nú í 3. sinn sem ég kem til ykkar, því aðeins skal framburður gilda að 2 eða 3 vitni beri. Það sem ég sagði ykkur við aðra komu mína, það segi ykkur nú aftur fjarstaddur, bæði þeim sem brotleg hafa orðið og öðrum. Næsta sinn sem ég kem, mun ég ekki hlífa neinum. Þá fáið þið sönnun fyrir því að Kristur tali í mér eins og þið krefjist. Hann sýnir ykkur ekki linkind, heldur er hann máttugur á meðal ykkar. Hann var krossfestur af því að hann var veikur, en Guð er máttugur og lætur hann lifa. Og einnig ég er veikur eins og hann, en Guð veitir mér kraft og ég mun lifa með Kristi. Rannsakið hvort trú ykkar kemur fram í breytni ykkar, prófið ykkur sjálf. Gerið þið ykkur ekki grein fyrir að Jesús Kristur lifir í ykkur? Það skyldi vera að þið stæðust ekki prófið. En ég vona að þið komist að raunum að ég hef staðist prófið. Ég bið til Guðs að þið gerið ekki neitt illt, ekki til þess að það sýni ágæti mitt, heldur til þess að þið gerið hið góða. Ég gæti eins sýnst óhæfur. Því að ekki megna ég neitt gegn sannleikanum heldur með hjálp hans. Ég gleðst þegar ég er veikur, en þið eru styrk. Það sem ég bið er að þið verðið fullkomin. Þess vegna rita ég þetta fjarverandi til þess að ég þurfi ekki að sýna ykkur hörku og beita því valdi sem Drottinn hefur gefið mér þegar ég kem. Drottinn gaf mér vald mitt til þess að byggja upp, ekki til að rífa niður. Að öðru leyti, bræður mínir og systur, verið glöð, verið fullkomin, áminnið hvert annað, verið samhuga, lifið saman í friði. Þá mun Guð kærleikans og friðarins vera með ykkur. Heilsið hvert öðru með heilögum kossi. Allir heilagir biðja að heilsa ykkur. Náðin Drottins Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum.